Aldrei hafa fleiri konur afplánað dóm samtímis í fangelsinu á Hólmsheiði. Flestar þeirra eru erlendar og sitja inni fyrir að flytja fíkniefni til landsins. Færri ferðamenn eru á landinu jól og áramót heldur en í fyrra og allt útlit fyrir samdrátt í ferðaþjónustu á næstu mánuðum. Framboð flugsæta hefur dregið saman og gistinóttum fækkað. Rússnesk stjórnvöld fara yfir drög að nýrri friðaráætlun í Úkraínu. Áætlunin, sem í 20 liðum, gerir meðal annars ráð fyrir að víglínur verði frystar og stríðsföngum sleppt. Nærri 20 stiga hiti mældist í 2 fjörðum Austurlands síðasta sólarhring. Desember hitamet féll á Seyðisfirði og jóladagsmet á Borgarfirði eystra. Jólasveinninn ferðaðist um heiminn í nótt og gaf börnunum gjafir. Hann hafði meðal annars viðkomu á Sri Lanka og kíkti á ströndina í Ástralíu. Gott kvöld og gleðileg jól. Rúmlega 20 konur eru í fangelsinu á Hólmsheiði. Rauði krossinn heldur konukvöld til að ná betur til þeirra. Varðstjóri segir að það styrki þær að öllu leyti á erfiðum tímum. Þriðjudagar á Hólmsheiði eru sérstakir. Þá eru haldin konukvöld meðal fanga og sjálfboðaliða hjá Rauða krossinum. Og við erum í rauninni bara búið til dagskrá sem að þær taka þátt í með okkur að búa til og bara hafa þetta svolítið svona eflandi og virkar félagslega saman líka. Á konukvöldum stunda konurnar alls konar sjálfstekur. Þar hugleiða fari jóga, karaoke og baka svo eitthvað sé nefnt. Konukvöldin hófust mitt síðasta ár og hafa gefið góða raun. Ekki hafa verið fleiri konur áður í afplánun á sama tíma. Eins og staðan í dag þá eru 21 kona hérna hjá okkur og þetta bara sögulegt hámark í fangelskerfinu hérna hjá okkur á Íslandi. Þannig að það greinlegt að þetta að hækka. Og af hverju? Sko að megninu til þetta erlenda konur, burðardýr sem inni hjá okkur. Rauði krossinn heldur námskeið sem kallast aðstoð eftir afplánun en það virðist síður ná til kvenna. Annað gildir konukvöldin. The lady night, every ladies show up. Konan sem hér talar situr inni fyrir fíkniefnainnflutning. Hún vildi ekki láta nafn síns getið. The lady night can give us more self-esteem. Breathing, make your life easy in very hard time. Why are the times hard here? Yeah, because we have nobody here. I miss my kid. I miss my parents. We have hard time here, but we try to stay positive. Flestar af þeim eru náttúrulega með rosalega mikla áfallasögu og erfiða og bara og þetta bara einstaklingar sem eru inn í afplánun eru náttúrulega bara að fara í gegnum bara sitt erfiðasta tímabil og bara alls konar tilfinningar sem að fylgja því. Þetta hjálpar klárlega við að styrkja þær, að það hingað koma konur bara brotnar. Og við erum náttúrulega líka bara sálfélagslegu stuðningu fyrir konurnar og erum bara verið til staðar fyrir þær og bara hlusta sem að líka bara mjög mikilvægt. Og þær tala oft sjálfar það, við erum hlutlaus aðili sem ekki að vinna innan kerfisins. Markmiðið að í rauninni rjúfa félagslega einangrun og bara minnka jaðarsetningu og svona náttúrulega stóra markmiðið þetta bara að minnka endurkomutíðni og það gerum við með þessu betrunarkerfi sem við erum með hér á Íslandi og þar að leiðandi fækka brotaþolum í samfélaginu og þessi verkefni eru bara gríðarlega mikilvægur þáttur í þeim markmiðum. Konukvöldin á markmiðum sín? Alveg klárlega. Þetta að efla þær í sjálfstrausti og styrkja þær bara á öllum sviðum einhvern veginn. Að þær átti sig á að þær geta gert svo miklu meira heldur en þær halda. Og ég trúi að þær komi betri út í samfélagið eftir þetta. Samdráttar byrjað að gæta í ferðaþjónustu og færri ferðamenn verða hér á landi yfir hátíðarnar heldur en í fyrra. Gistinóttum hefur fækkað og framboð flugsæta til landsins hefur dregið saman alltaf 12% að sögn framkvæmdastjóra Samtaka ferðaþjónustunnar. Þetta kannski ekki alveg sú vetrarstemning sem fólk býst við þegar það pantar sér ferð til Íslands í desember.
En það er ekki hægt að kenna veðrinu þann samdrátt sem hefur orðið í ferðamennsku undanfarna mánuði, heldur aftur farið að gæta árstíðabundinnar sveiflu í greininni. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir þennan samdrátt vera áþreifanlegan og ýmsar viðvörunarbjöllur séu farnar að klingja. Í bókunarstöðurinn núna inn í næstu vikur og mánuði þá erum við að horfa kannski í hótelunum aðeins mismunandi eftir landshlutum auðvitað, meiri niðursveifla eftir því sem kemur lengra frá höfuðborgarsvæðinu því miður því að árstíðasveiflan aftur að aukast hjá okkur í fyrsta sinn á þessu ári síðan síðastliðin 10 ár held ég og það verulega mikið áhyggjuefni því að við vitum að sumarið sér sig sjálft en við viljum að þetta sé heilsársatvinnugrein. Jóhannes segir að slaknað hafi á markasetningu undanfarin ár og það eigi þátt í þessari breytingu. Við erum að sjá núna í janúar, febrúar, mars tölur til dæmis í afþreyingunni þar sem að bókunarstaðan nokkrum tugum prósenta lægri heldur en hún var í fyrra. Við erum að sjá bókunarstöðu í hótelunum af þeim gögnum sem við höfum einhvers staðar á milli 5 og 15% eftir því hvar þú dregur niður á landinu. Þannig að þetta svona ákveðið áhyggjuefnin í næstu mánuði að árstíðasveiflan haldi áfram að aukast. Þetta þýði að blikur séu á lofti að ferðaiðnaðurinn geti verið heilsárs atvinnugrein allt land sem hafi alltaf verið stóra markmiðið. Hér það kannski helst markaðssetningin sem spilar inn í akkúrat núna og blandast síðan við bara aðrar samkeppnisáskoranir eins og stöðu íslensku krónunnar, stöðu norsku krónunnar sem gerir Ísland enn dýrara heldur en Noreg á alþjóðamarkaði og þess vegna meira freistandi til dæmis fyrir ferðafólk á okkar helstu mörkuðum að velja kannski Noreg heldur í norðurljósaferðir og norðurslóðatúrisma. Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Úkraínu hafa sent tillögu að friðaráætlun til stjórnvalda í Moskvu. Vopnahlé getur hafist leið og Rússar samþykkja áætlunina. Friðaráætlunin í 20 liðum og beðið viðbragða rússneskra stjórnvalda. Áætlunin felur meðal annars í sér staðfestingu á fullveldi Úkraínu, frið og að víglína í austurhluta landsins verði fryst þar sem hún núna. Þá það ekki sett sem skilyrði að Úkraína hafni því að ganga til liðs við NATO, líkt og Rússar hafa krafist áður. Í áætluninni kveðið á að allir stríðsfangar, pólitískir fangar og gíslar, þar með talið börn, fái að snúa til heimalandsins. Alþjóðlegar refsiaðgerðir gegn Rússum eiga að falla niður en innleitar að nýju ráðist Rússar aftur inn í Úkraínu. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, mun fara fyrir sérstöku friðarráði sem mun hafa umsjón með því að samkomulaginu sé framfylgt. Volodymyr Zelenský, Úkraínuforseti, sagði að ef áætlunin yrði samþykkt, færu fram kosningar í Úkraínu eins fljótt og auðið Zelenský flutti jólaávarp sitt til úkraínsku þjóðarinnar í gærkvöld í kjölfar loftárása Rússa á markaði Kherson. Напередодні Різдва русські вкотре показали, хто вони насправді. Масовані обстріли, сотні шахедів, балістика, кинджали – все було. Так б'ють безбожники, так роблять ті, хто не має абсолютно нічого спільного – християнством і будь-чим людським. Але ми тримаємось, ми підтримуємо один одного і ми молимося сьогодні за всіх, хто на фронті, щоб повернулися живими. Відзначаємо Різдво у важкий час. На жаль, не всі з нас в цей вечір вдома, і не в усіх, на жаль, є дім. І не всі, на жаль, сьогодні з нами. Та попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати чи розбомбити найголовніше – це наше українське серце. Це наша віра один в одного, і це наша єдність. І тому мільйони з нас сьогодні чекатимуть в небі першу зорю. В небі Києва, Закарпаття, в небі Одеси чи Куп'янська, де б не були, українці сьогодні разом. Відзначають Різдво в одну дату, як одна велика родина. Neyðarástandi var lýst yfir í Los Angeles í gær vegna óveðurs og mikilla flóða. 3 hafa látist.
Stormurinn hefur valdið rafmagnsleysi og tré hafa fallið á vegi. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, hefur gefið út fyrirmæli að rýma skuli heimili á hættusvæðum. Veðrið hefur haft áhrif á samgöngur og ferðaáætlanir þeirra þúsunda sem ætluðu að ferðast til ættingja yfir hátíðarnar. You guys okay? Yeah, you all right? What happened, bro? No, it's emergency for the... We thought we were able to get through it. We did it. Oh, man. It's all good, brother. You're just trying to get through. What happened to the car? I just shut off. Battery turned on, started smoking and stuff, turned off. Oh, man. We have had a number of major storms this year, and I ask all Angelenos to take this one seriously during this holiday week. Now is the time to come together and make a plan on how you can safely spend time with loved ones over the holidays. Landsmet í hita voru sett í gærkvöldi og í nótt. Desember hitamet féll á Seyðisfirði og jóladags hitamet var sett á Borgarfirði eystri. Eyðfirðingar þurftu ekki að fara kappklæddir til kirkju á aðfangadagskvöld, mun ekki hafa verið svo mikil messusókn þar í 10 ár. Svo hlýttar meira að segja að sumar hefðu kannski einhverjir kallað það bongóblíðu. En svo öllu sé haldið til haga blés aðeins 8 til 10 metrar á sekundu. Hæsti hiti á landinu í desember hafði áður mælst á Kvískerjum í Öræfum 19,7 stig, það var 2. desember 2019. En nú, 3 vikum síðar í mánuðinum, á aðfangadagskvöld klukkan 11, reyndist hitinn á Seyðisfirði örlitlu hærri 19,8 stig. Veðurstofan á reyndar eftir að greina mælinguna fullkomlega og athuga hvort einhverju skeiki. Nokkrum klukkustundum síðar þegar komin var jólanótt aðeins norðar í næsta þéttbýli við Seyðisfjörð í Bakkagerði á Borgarfirði eystri náði hitinn nærri því jafn hátt. Dægurhitametið á jóladag var frá því 2005 þegar mældist 13,7 stiga hiti á Sauðanesvita við Siglufjörð. Það var slegið svo munar í nótt klukkan 2 á Borgarfirði eystri með 19,7 stiga hita, 6 stigum hærra en gamla metið. Ástæða þessa hita er óvenju hlýtt loft yfir landinu. Þá myndast hnúkaþeyr, þurr og hlýr vindur sem blæs niður á fjöllum. Ekki er líklegt að hitamet verða aftur slegin í kvöld og nótt því Veðurstofan spáir því að þá kólni talsvert og á morgun verði hiti víða frá frostmarki til 4 stiga. Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands, ræddi stöðu barna og ungmenna í jólapredikun í Dómkirkjunni í morgun. Fréttir af stríði og öfgum í stjórnmálum hafi haft áhrif á heimsmynd þeirra. Unga fólki þurfi líka að takast á við áskoranir á tímum samfélagsmiðla og gervigreindar, þar sem sífellt verður erfiðar að greina á milli sannleika og tilbúnings. Þau þurfi aukinn skilning og stuðning samfélagsins og breyta þurfi umræðinni málefni þeirra. Þau vilja að við sem samfélag tökum betur á kvíða og andlegum veikindum, enda geta slík veikindi verið lífshættuleg. Þau vita vel að of mikil símanotkun er ekki góð fyrir þau eða nokkra manneskju, en þeim finnst líka að það er fullorðna fólkið að ganga undan með gott fordæmi. Já, þau vilja að við styðjum réttindi hinsegin fólks og dæmum enga mannesku út frá kynhneigð eða kynvitund. Jólasveinninn ferðaðist heiminn í nótt á hreindýrasleðanum sínum. Hann flaug yfir höf milli landa og gaf milljónum barna gjafir. NORAD, loftvarnarkerfi Bandaríkjanna, hefur fylgst með ferðalagi jólasveinsins í 70 ár. Jólasveinn skilar ekki inn flugáætlun og því er einungis eitt vitað með vissu að hann leggur af stað frá norðurpólnum á aðfangadagskvöld. Í gær og nótt gátu áhugasamir fylgst með flugi sleðans. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the Í Vatikaninu í Róm hélt Leo Páfi sína fyrstu jóladagspredikun. Hann bað sérstaklega fyrir fórnarlömbum stríðsins á Gaza. Il Verbo ha stabilito fra noi la sua fragile tenda. E come non pensare alle tende di Gaza, da settimane esposte alle piogge, al vento e al freddo, e a quelle di tanti altri profughi e rifugiati in ogni continente, o ai ripari di fortuna di migliaia di persone senza dimora.
dentro le nostre città. Ástralir nýttu sumarveðrið til að fagna jólunum á ströndinni. Og jólasveitnin hafði viðkomu á Sri Lanka. Spánverjar fengu gervigreind til að útbúa jólamatseðilinn og breska konungsfjölskyldan mætti til jólamessu í Sandringham. Í Texas í Bandaríkjunum hafði íbúi fyllt garðinn sinn af uppblásnu jólaskrauti. Og Donald Trump, Bandaríkjaforseti, var einn þeirra sem fylgdist með ferðum jólasveinsins og tók við símtölum frá spenntum börnum sem gerðu hið sama. Santa's gonna be there in about 5 hours, leaving Sweden right now. Þegar sekkurinn var orðinn tómur, endaði jólasveitnin ferðalag næturinnar á Suðurskautslandinu. Þó að ferfætlingurinn komist ekki með í fríið, getur hann vel haft það gott jólin. Á hundahóteli í Hörgársveit fer vel loðna gesti og engar áhyggjur þarf að hafa af sprengjulátum. Ég komin út síðastra í 8. Þá opna ég rúður og gef morgungjöfina. Og svo svona 9 þá farið þeir að fara út í leik. Þetta er krummi. Komið! Já, komið út. Á hundahótelinu Jötunhundum í Hörgársveit er líflegt að litast yfir hátíðarnar. Þar fer vel á með öllum gestum þó að spenningurinn fyrir því að komast út að leika sé alltaf jafn mikill. Og fá þeir heimþrá fyrstu dagana? Nei, ég held ekki. Það er oft þeir væla bara fyrstu mínúturnar, reykendurinn farnir. En svo fer ég oft með það út og fyrir að leika við það, þá gleyma það sér. Það er bara gaman hjá þeim og oft svona lítið leiðindi. Hér eru allir svona engir á heimavelli. Er fólk ekkert með aðskilnaði kvíða frá gæludýrunum svona til dögum? Jó, og bara það er rosa misjafnt. Það eru mikil tengsl oft á milli. Þetta eru meira heldur en bara einhver dýr. Þetta eru fjölskyldumeðlimir. Óskar segir mikilvægt að eigendur fái að fylgjast náið með sínu dýri og líðan þess á meðan á dvölinni stendur. Og þess vegna sendi ég alltaf á morgnana þegar ég fara út í leik. Þá tek ég myndband af hundunum sem er úti og sendi ég SMS-i á fólkið. Þannig að sjáu að það er rólegheit og svona hver aðstæðunum eru. Eftir dekur jólin geta hundarnir svo dvalið í ró og næði í sveitinni fjarri sprengingum og látum á meðan nýtt ár gengur í garð. Sem er gott að það er ekkert skotið upp í sveitinni. Það eru fólk á dýr í fjöllunum og annars staðar í kring og það vill enginn vera að hræða neitt. Það eru sumir sem eru að koma inn yfir áramótin bara út af flugvöldum, bara til að komast í rólegheitin. Og það var veðri. Kuldaskil munu ganga austur yfir landið í nótt og verða hitatölur morgundagsins mun meira í takt við árstíman. Þótt daghiti verði víðast hvar yfir núllinu. Að baki skilunum tekur við mun þurrara loft og því verður veður nokkuð bjart á landinu á morgun. Vindur verður þó enn nokkuð kröftugur og þá sérstaklega norðanlands. En við förum nánar yfir veðurhorfurnar hér rétt á eftir. Aldrei hafa fleiri konur afplánað dóm samtímis í fangelsinu á Hólmsheiði. Flestar þeirra eru erlendar og sitja inni fyrir að flytja fíkniefni til landsins. Færri ferðamenn eru á landinu jól og áramót heldur en í fyrra og allt útlit fyrir samdrátt í ferðaþjónustu á næstu mánuðum. Framboð flugsæta hefur dregist saman og gistinóttum fækkað. Rússnesk stjórnvöld fara yfir drög að nýrri friðaráætlun í Úkraínu. Áætlunin sem í 20 liðum gerir meðal annars ráð fyrir að víglínur verði frystar og stríðsföngum sleppt. Nærri 20 stiga hiti mældist í 2 fjörðum austanlands síðasta sólarhring. Desember hitamet féll á Seyðisfirði og jóladagsmet á Borgarfirði eystra. Og jólasveinninn ferðaðist heiminn í nótt og gaf börnunum gjafir. Hann hafði meðal annars viðkomu á Sri Lanka og kíkti á ströndina í Ástralíu. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn en þessum fréttatíma er lokið. Njótið hátíðarinnar, hafið það gott og verið sæl.